Góðan og blessaðan daginn. Velkomin á Fætur. Heyrðu, nú þarf ég aðeins að færa kertin sér. Gleðilega hátíð, það er nú eiginlega alveg komið jól, er það ekki? Jú. Já, það er nú ekki langt í það núna. Nú er komin aðfangadagur og hérna er þessi fínu kerti, ég þarf bara að færa það, gera það varlega svo vaxi sullist nú ekki út allt. Af því að við þurfum að opna flílinn, annars heyrist ekkert í honum. Svona. Ég sjá. Já, er það ekki? Komin aðfangadagur þér, ég fór mér þessi spariskóna. Það er það, því að nú er eiginlega alveg að koma jól. Og við ætlum bara svona að bíða aðeins smástund. Kertasníkir, hann hlýtur að fara að koma, hann lofa nú, hann er yfirleitt aldrei seitt, sko. Það er hérna, gerist nú ekki oft, held ég. Þeir hafa stundum verið, stundum hefur þurft að bíða henni í allan dag. Bara alveg þeir ekki komið fyrir eitthvað 4-5 á daginn. Hafið þið tíma til að bíða til 4-5 í dag? Nei, ég veit að við þurfum eiginlega bara... Já, ég veit að það við verðum að ná í matinn til ömmu afa, þannig að við ætlum bara að vona að hann Kertasníkir að hann komi á skikkalegum tíma. Heyrðu, ég held ég setja á mig hérna hattinn. Þá getum við nú farið að syngja svolítið mikið. Er hérna, ef að taka eitthvað eitt jólalag svona meðan við bíðum. Hvaða lög kunnið þið? Eitthvað sem þið kunnið? Já, þú ert með bókina hérna, nýju útgáfuna. Þetta er gamla útgáfan, hérna, hún er svolítið gömul. Þú ert með nýju útgáfuna. Já, þetta er frábært. Svo er þetta plata sem við gerðum hérna árið. Hún heitir Jólasveinar ganga um gátt. Ég er ekki að reyna að selja hana því hún er uppselt. Þannig að það er ekkert þetta, hún er löngu uppselt. En hún er til á Spotify. Ef þið farið inn á Spotify, þá heitir hún Jólasveinar ganga um gátt. Og þarna eru svona, hérna, sögur frá öllu jólasveinum. Og þeir komu og létu allir, hérna, við töluðum við á alla og svo sungum við lögin þá og svona. En það er líka allt meira og minna búið til upp úr bókinni hans Jóhannesar. En kunni eitt bara svona gamaldags venjulegt jólalag? Eitthvað sem muni? 1.8, ef við prófa það. Heyrðu, hann var hérna hver á Hurðarsinni, það var Gáta þegar hann gerði mjög skemmtilega útgáfu af því. En við ætlum bara að gera gömlu útgáfuna. Ef við prófa það. Jólasveinar 1.8, ofan koma fjöllunum. Í fyrra kvöld þeir fóra hátta, fundan Jón á völlunum og Andrés stóð þarna. Andrés stóð þar utan gátta, þeir ætla að færa hann tröllunum. En þá var hringt í Hólakirkju, öllum jólabjöllum. Mjög gott, einu sinni enn. Jólasveinar. Í fyrra kvöld þeir fundan Jón og Andrés stóð þar utan gátta, þeir ætla að færa hann tröllunum. En þá var hringt í Hólakirkju, öllum jólabjöllunum. Flott hjá ykkur, heyrið þið, svo nefnilega hann hérna Kertasníkir, hann kemur nú með, hann er 13, ekki satt? Er ekki örugglega Kertasníkir sem kom í dag? Jú. Er ég nokkuð að bulla? Ég er nú aðeins, já, flott, ertu með kerti, eru fleiri með kerti? Nei, æðislegt, frábært. Hann verður glaður að sjá svona mörg kerti. Hann er nefnilega ofsalega viðkvæmur jólasveinn. Hann er eiginlega mjög viðkvæmur. Hann hérna fer stundum bara tárast bara, kemur svona tár á hvarmi. Þegar að því hann, hvað segir þér? Hann getur líka bara náðið þessu. Já, það geti vel verið að tæki bara þessi kerti. En það er eina, það er bara kveikt á þeim. Þannig að það getur komið smá vax úr þeim, sko. Þannig að það er kannski ekki gott fyrir að tvara. Já, hvað segir þið? Viltu segja? Þegar að síðast, þá tók kertið, hann beit í það. Það er nefnilega það. Ég ætla nefnilega akkurat að tala um það. Hvað segir þið? Þess vegna kom ég með skeið í lífið. Nú, af því að þetta er tókið, já, herðu, það er svolítið gott. Þá getur það fengið sér bara að borða. Það má borða. Hvað segir þið? Ég hef fengið vax og kerti í auga. Ó, já, það er ekki gott. Það er ekki gott, já, vax í auga er nú ekki gott og vax í maga er heldur ekki gott. Vitið þið hvað gerist ef maður borðar vaxkerti? Þá fær maður að minnka í staðinn fyrir að stækka. Já, allavega hættir að stækka, segir maður. Ég veit ekki alveg með þetta að minnka, en allavega þá segir sagan
að maður hætti að stækka, þá verður maður bara alltaf, kannski var stúfur bara búin að fá sér eitthvað vaxkerti að borða. Já. En tólgarkerti, það má alveg að borða það, því það búið til svona fitu bara á kjöti. Og þegar verið að sjóða hangikjöti og svona, þá var hægt að taka bara fituna úr vatninu, hnoða saman, setja fyrst kveikin í, svo hnoða saman og svo bara kveikja og þá bara loða þá. Ilmar alltaf hangikjöti, hvað segir þið? Síðustu jól þegar líka kertast, ég get borðað stúfur á Já, ég hugsaði síðan því ég gæti trúanum. Hann ætlaði bara að spila það og segja með það sem næstu. Já, ég gæti trúan að hafi lent eitthvað í líði hans stúfur. En málið að hann Kertasníkir, hann hefur stundum verið að syngja sálm sem er Heimsum ból, kunniði Heimsum ból? Kannski þá verður hann, ég held að hann kunna hann eiginlega svolítið vel. Þannig að fullorðna fólki þarf kannski að hjálpa okkur aðeins að syngja, þó þau séu með grím og þetta syngja sem með grím. Það heyrist eiginlega ekkert að ég get ekki verið með gríma því að þá get ég ekki sungið. En við þurfum eiginlega að fara að drífa okkur í bara jólalögin, ekki satt? Við ætlum ekki að vera að hanga inn í allan dag, það er mikið að gera og allir orðnir svona pínlítið spenntir. Þannig að við þurfum að fara aðeins yfir jólasveinina, fyrsti jólasveinina, því nú eru allir, þau eru að syngja um alla. Fyrsti jólasveinin, stekkjarstaur. Númer 2, númer 3, númer 4, vörusleiki, númer 5, pottaskeiður, númer 6, askasleikir, númer 7, hurðaskell er alltaf 6 og 7 og þannig að það ruglast, og númer 8, nei, númer 8 er hann, skyrgámur, númer 9, þannig pilsukallinn, bjúgnakrækir, og númer 10, gluggagær, og 11, gáttaþefur, og númer 12 var í gær, kjötkrókur eða kjötkrókur, ef maður segir kjötkrókur, við segjum kjött, en það er bara þeir eru Hornafirði og hérna í Skaftafellssýslunni sem segir kjöt og smér. Og svo 13. Og við eigum aðeins að rifja vísunum hann, það er hérna. Já, nú ætti hann að bara, vonandi kemur ekki kjötkrókur bara aftur, það væri nú skrítið ef hann væri eitthvað að villast. En 13. var Kertasníkir, hann er númer 13, þá var tíðin köld, það þýðir bara að þá var bara kalt úti, ef ekki kom hann síðastur á aðfangadagskvöld. Það er sem að ef það var alveg brjálæðislega kalt, sennilega hefur það gerst einhvern veginn, það hefur verið svo brjálæðislega kalt að hann bara komst ekki í bæinn, það var svo kalt. Og þá var, allt fór allt í svolítið rugl. En sem sagt, að núna er ekkert mjög kalt úti, nú er bara rigning úti. Það er eiginlega bara gamaldags rok og rigning, svona íslenskt rok og rigning. Það er eiginlega grenjandi rigning, nákvæmlega. Það er eiginlega bara vorveður. Og þetta þurfum við að segja honum Kára í Berlín til dæmis að það er bara vorveður á Íslandi, ætli sé ekki bara snjór í Berlín núna. Af því að þau eru nefnilega krakkarnir út allan heim geta núna verið að horfa á okkur jólasveina, þó að geti bara verið fáir hérna inni út af COVID-inu og allir með grímu og allt þetta, að þá geta krakkarnir út allan heim verið að horfa á jólasveinana og líka krakkarnir á Akureyri og Ísafirði og Egilsstöðum og alls staðar. En 13. var Kertasníkir, þá var tíðin köld, ef ekki kom hann síðastur á aðfangadagskvöld, það er sem í kvöld þá, en hann kemur raunar kvöldin áður, eða nóttin áður, hann elti litlu börnin sem brostu glöð og fín og trítluðu bæinn, krakkarnir bara að labba þeir, með tólgarkertin sín. Hann hefur bara eitthvað verið svona í eltingaleiklu og eitthvað að stríða eitthvað svona alltaf eitthvað að gantast. Heyrði, ef við að reyna þetta? Þið verðið nú eiginlega að hjálpa mér svolítið með það því að ég gæti rúglast bara á röðinni. Maður verður stundum svolítið rúglaður þegar maður er að fara frá einu jólasveini í annað. Þetta er orðið svo margir, nú verður bara að syngja það á alla. Ef þið tilbúin þá byrjum við fyrst svona. Segja vil ég, það er gott að þú ert með bókina nefnilega, það er frábært. Þá bara leiðréttur ef það virkar ekki, ef ég er eitthvað að ruglast. Ef þið tilbúin. Segja vil ég sögu af sveinunum þeim sem brugðu sér hér forðum á bæina heim. Þeir upp á fjöllum sáust, eins og margur veit, í langri halarófu á leið niður í sveit. Og svo kemur við vísan mömmu þeirra. Grýla var þeirra móðir og gaf þeim tröllamjólk,
en pappin leppa lúði, það var leiðinda fólk. Flott hjá ykkur. Þeir jólasveinar nefndust, jólin birtust þeir, og einn þeir komu, en aldrei tveir og tveir. Númer 1. Stekkjarstaur kom fyrstur, stinnur eins og tré, hann laumaðist í fjárhúsin og lék á bóndans fé. Hann vildi sjúga ærnar, en það var þeim ekki sel, því að greyið hafði staurfætur, það gekk nú ekki vel. Númer 2. Giljagaur var annar, með gráa hausinn sinn. Hann skreið ofan úr gilinu og skaust í fjósið inn. Hann faldi sig í básunum og froðunni stal, á meðan fjósakonan átti við fjósamanninn tal. Númer 3. Stúfur hét sá þriðji, Stubburinn sá. Hann krækti sér í pönnu þegar kostur var á. Hann hljóp með hann í burtu og hirti agnirnar sem brunnu stundum fastar við barminn hér og þar. Númer 4. Sá fjórði þvörusleikið, hann var fjarskalega mjór og ósköp var hann glaður þegar eldabuskan fór. Þá bara þaut hann eins og elding og þvöruna greip, og svo hélt hann með báðum höndum því hún var stundum sleip. Númer 5. Sá 5. pottaskefið, hann var skrítið kuldastrá. Þegar börnin fengu skófið, hann barði dyrnar á. Þau ruku upp til að gáað hvort að gestur væri á ferð, en þá bara flýtti hann sér af pottinum og fékk sér góðan verð. Númer 6. Og þið munið, maður segir ekki 60, maður segir 7. Sá 7. askasleikið, hann var alveg dæmalaus. Hann framundan rúmunum rak sinn ljóta haus. Þegar fólkið setti askana fyrir kött og hund, hann slunginn var að ná þeim og sleikja á ýmsa lund. Við erum komin á númer 7. 7. var hurðaskellir, sá var nokkuð klúr, því þegar fólkið vildi í rökkrinu fá sér værandúr. Og hann var ekki sérlega hnugginn yfir því, þó harkalega marraði hjörunum í Númer 8. Skyrgámur sá 8. hann var skelfilegt naut. Hann hlemmin hon af sánum með hnefanum braut. Bara barði á lokið og brotnaði það á skyrtunninni þetta, og svo var bara fullt af skyr undir, og svo bara hámaði hann í sig og yfir matnum geim stóð hann á blístri og stundi og hreina. Það er alveg að springa, við borðum svona mikið skyr að það er bara alveg að springa, þeir blístra bara, kemur bara út eyrun á okkur alveg. En númer 9. 9. var bjúgnakrækir, bróðóttur og snar. Hann hendist upp í rjámrin og hnuplaði þar, það var bara að stela smá bjúga. Á eldhúsbita sat hann í sóti og reyk og átar hangið bjúga sem engan sveik. Við hvað erum komin 10? 10. var gluggagægir, grálindur mann. Hann laumaðist á skjáinn á gluggann og leit inn hann. Ef eitthvað var þarna inni álitlegt að sjá, hann oftast nær seinna í það reyndi að ná. 11. með stóra nefið. 11. var gáttaþefur, aldrei fékk sá kvef, en hann hafði þó svo hlálegt, bara hlægilegt, og heljarstórt nef. Hann ilm af laufabrauði upp á heiðar fann og léttur eins og reykur á lyktina rann.
Takk að við erum komin á númer 12. Tólti. Kjötkrókur sá tólti, hann kunni á ýmsu lag. Hann þrammaði í sveitina á Þorláksmessudag. Hann krækti sér í tullu þegar kostur var á. En stundum þá reyndi stuttur stauturinn hans, þá það krókurinn hans, hann var stundum aðeins og stuttur til að krækja í kjötið. Krakkar, við erum komin á númer 13. Hvaða jólasveinn er númer 13? 13. var Kertasníkir, þá var tíðin köld, ef ekki kom hann síðastur á aðfangadagskvöld. Hann elti litlu börnin sem brostu glöð og fín og trítluðu bæinn með tólgarkertin sín. Eru þið tilbúin? Þú verður að syngja svolítið hátt og snöggt svo hann heyrir til okkar. Má heyra. 13. var Kertasníkir, þá var tíðin köld. Ef ekki kom hann síðastur á aðfangadagskvöld. Hann elti litlu börnin sem brostu glöð og fín og trítluðu bæinn með tólgarkertin sín. Eins og hátt og snjallt má heyra. 13. var Kertasníkir, þá var tíðin köld. Ef ekki kom hann síðastur á. Hann elti litlu börnin sem brostu glöð og fín og trítluðu krakkar. Viljið snúa ykkur aðeins við? 13. var Kertasníkir, þá var tíðin köld. Ef ekki kom hann síðastur á aðfangadagskvöld. Hann elti litlu börnin sem brostu glöð og fín og trítluðu bæinn með tólgarkertin. Velkomin Kertasníkir. Ég á víst að halda mig hérna á mottunni. Þú átt að halda þig á mottunni, já. Nú eru jólin. Maður á að halda sig á mottunni þegar jólin er að koma, já. Þú verður að gera það. Æ, hvað er gott að sjá þig. Já, sömuleiðis. Hvernig gekk ferðin í bæinn og ykkur öll svona? saman. Hún gekk alveg ljómandi. Er það? Já, svo fór nú eitthvað að hvessa í morgun og rigna og svona, en þá var ég bara búinn að gefa í skóinn og... Þá varstu búinn að þessu öllu? Já, þá var ég búinn að þessu öllu. Já, ég hafa er nefnilega svo verið að skipulagður, ég er alltaf búinn að öllu fyrir jólin. Já. Þeir hafa nefnilega verið að spyrja krakkarnir svolítið hvernig þið eiginlega farið að þessu, að komast á alla þessa staði á svona stuttum tíma, bara eina nótt að það voru búin að gefa öllum í skóinn. Já, það er nú það, sko, þetta er nú eiginlega atvinnuleyndarmál. Þetta er atvinnuleyndarmál. Já, við viljum ekki að neitt annar fari að herma þetta eftir okkur, sko. Við höfum fengið einkaleyfi á aðferðinni. Þannig að þú ætlar ekki að segja okkur neitt svona hvernig? Nei, nema bara við erum mjög snöggir og við beitum ákveðnum töfrum. Já. Hér fengu allir í skóinn, það ekki? Já, ljómandi, gott, gott. Já, verðið þér að góðu, náttfötin, já, það er gott að eiga góð náttföt til að hafa á jólunum, já, þá er svo gott að vera svona, hafa það gott í rúminu, vera í góðum náttfötum, kannski kíkja í bók, ef maður fær bók í jólagjöf, eitthvað svolítið. Já. Fór nú hérna, labbaði aðeins safnið því ég er alltaf að gá hvort ég finni ekki einhver staðar einhver svona kerti. Og ég fann þetta hérna. Finnst ykkur þetta ekki fallegu stjaki? Þetta er eitthvað eldgamalt. Það hefur einhver Jón Arason eða einhver sem átti þetta. Já. Alveg ljóm. Ég veit nú ekki hvort ég má taka þetta með mér. Ég er nú ekki alveg viss. Ég veist að fyrst að þú þá held ég að sé. Fyrst að ég, já. Finnst ykkur þetta ekki fallegt? En það mátti víst ekki kveikja á þessu hérna á safninu. Það er ekki vel séð á Þjóðminjasafninu að kveikja á kerti. Hérna eru bara svona sérstök kerti sem fá loga svona með svona plateldi inn í. Nei, þetta er ekki plateldi. Passaðu þetta er vax í þessu. Já. Það fara varlega. Þau eru heit nefnilega. Má ég geyma þetta hérna? Já. Þetta sómir sér vel þarna eða ekki? Jú. Ljómandi fínt alveg. Jæja, krakkar mínir. Eru þið ekki farin að hlakka svolítið til kvöldsins? Þið vitið hvað dagurinn í dag heitir? Aðfangadagur og kvöldið heitir þá? Aðfangadagskvöld. Og þá bara koma sjálf jólin. En hvernig koma þau? Koma þau labbandi? Nei.
koma kannski á hana fjöllum eins og jólasveinarnir. Já, nú erum við komin hérna, jólin, komið í sæl og bless. Nei, þau koma eiginlega bara svona hérna inn í manni, eða ekki? Það eru bestu jólin sem maður finnur bara hérna svona inn í hjartan. Og svo bara deilir maður þeirri tilfinningu með öðrum. Og þá er komin jól. Já, það er nú svoleiðis. Og svo kveikir maður á kertum. Það er mjög mikilvægt að hafa kerti. Já. Og þá voru margir sem settu kerti út í glugga. Handa mér, ég þakka fyrir það. Þakka öllum þeim sem að settu kerti út í glugga. Ég er búinn að koma með þau öll í poka úti. Ég vildi nú ekki vera með... Heyrðu, bíddu nú við, má ég sjá? Það er nefnilega krakkar sem komin okkur þetta. Er þetta handa mér? Já, og þarna líka. Og skeið, já, heyrðu, bíddu nú við. Þetta er tólgarkerti. Ert þú líka með tólgarkerti? Já, ég borða bara með einni skeið í einu. Já, þið vitið greinilega allt um tólgarkertin og mínar venjur. Já. Sko... Sama kostuði bara 800 kall. Já, það er nefnilega það. Það er nú ekki dýr málsverður. Nei, það er bara... Já. En ég, sko... Já, kannski geri ég það bara. Kannski get ég fengið að skipta á einhverjum vaxkertum og fá tólgarkerti. Það er þetta með jólasennan og peningar, en þú getur kannski bara að fara að reka veitingahús þar sem þú býður upp á kerta. Já, haft svona alls konar kertarétti. Já. Svona tólgarsteik og tólgarís. Já, tólgarpítsu. En svona fyrir þá sem ekki vita það, vitið þið öll hvað tólgarkerti eru? Já. Þau eru gerð úr, það voru nefnilega í gamla daga. Í eldgamla daga, þegar fólki var að nota hlutina sem eru hérna upp á Þjóðminjasafninu. Þá hafði fólk ekki svona vaxkerti. Það var að búa til sín eigin kerti. Og af því að það var ekkert rafmagn á sveitabæjunum, þá var mjög mikilvægt að hafa kerti og alls konar ljósmeti. En fólki, það dó ekki ráðalaust, þá geti ekki farið út í búð og keypt sér kerti. Það bjóðu til úr tólg. Og tólg, það er fita, svona eins og þegar við séum fitu sem er á kjöti, þetta hvíta. Já, það brætti fituna og svo lét það storkna aftur, svona í grófum dráttum, og þá var komið eitthvað sem var svolítið svona eins og vax, eins og þetta sem þið sjáu hérna inni. Og þá var hægt að búa til úr því kerti. En það besta við þessi tólgarkerti, vitið hvað það var? Það var hægt að borða þau. Alveg rétt, það var nefnilega. Þau voru kannski ekkert alltaf neitt ógulega góð á bragðið, því að fitan gat verið orðin svolítið þrá og svona, það er ekkert alltaf neitt voðalega góð lykt. Veistu ykkur þetta góð lykt? Ég elska hana. Elskar hana? Já. Hún er svona kannski ekki allra, en þetta er mjög orkurík fæða, skal ég segja ykkur. Mjög góð, sérstaklega fyrir jólasveina sem þurfa að arka fjöllin. Já. Ætlarðu að gefa mér þessa mynd? Heyrðu nú mig. Já, sjáu þið, hér er mynd af mér með fjögur svona fín kerti. Það hafði ég nú haldið. Já. En sem sagt hérna í gamla daga, þá þegar ég kom til byggða, þá laumaðist ég svona inn í sveitabæina og reyndi að ná mér í kerti. Og svo fór ég út í horn og hámaði í mig. Og þá var það stundum sem að börnin, þau fengu kerti í jólagjöf. Af því að það þótti svo gott að geta haft sitt eigið kerti svona hjá rúminu kannski. Ef þið vildu kannski lítið bók eða eitthvað eða bara hafa bjart hjá sér. Því að það er ekkert bjart ef það er ekkert ljós á þessum árstíma, þið vitið það er ekki dagsbirta mjög lengi. Og þá stundum þegar þau voru búin að fá svona kerti, þá kom ég svona og lét eins og ég ætti voðalega bátt. Mikið ert þú með fallegt kerti. Það gefur enginn mér svona fallegt kerti. Aldrei fæ ég neitt svona kerti. Og þá vorkenndu krakkarnir mér svo mikið að þau gáfu mér kertin sín. Og veitir hvað ég gerði þá? Ég hámaði þau í mig. Já, ætlaðu þú að spyrja einhverju? Já, hvað mörg kerti borðaðir oftast? Hvað mörg kerti borðaðir? Ég hef nú ekki talið það. Þau voru nokkuð mörg, skal ég segja. Ætlaðu þú að spyrja líka? Af hverju elska ég kerti svona mikið? Það er góð spurning, sko. Það var nú alltaf að því að mér fannst svo gott að borða þau inn í gamla daga. Svo var nú hægt að nota þau kerti.
Og þá var farið að búa til svona vaxkerti. Þau eru ekki eins góð á bragðið. Hafið þið prófað að bíta í þau? Nei, þú getur bara alveg sleppt í. Ég get alveg sagt þér það þarf ekkert. Sumir segja að maður hætti að vaxa ef maður borðar vaxkerti. Ég veit ekki hvort það er þess vegna sem þau heita vaxkerti. Þau ættu þá eiginlega að heita hætta að vaxa kerti. En það, ég held að það sé einhver vitleysa samt. En, sko, að því að þegar maður er nú einu sinni byrjaður á einhverju, þá er þetta aldrei erfitt ofta að hætta því. Svo að ég hélt nú áfram að sanka að mér kertum. Og því ég gat ekki borðað þau, þá bara fór ég með þau upp í hellinn minn og þar var ég með öll þessi kerti. Og ég vissi nú ekki alveg hvað ég átti að gera við þau, svo ég byrjaði svona að raða þeim upp í syllurnar í hellinum og svo prófaði ég að kveikja á þeim. Og þá var svo bjart og fallegt í hellinum og mér leið svo vel og leið svo vel svona í hjartanu, eins og við vorum að tala um, sko. Svoleiðis að ég hélt þessu bara áfram. Og núna þá á ég voðalega erfitt með að stilla mig ef ég sé kerti einhvers staðar. Sumir segja að ég sé haldin einhverju kertafíkn og ég ætti kannski að leita ráða við þessu, en ég er ekkert á því. Ég er að halda þessu bara, finnst ykkur ég ekki bara að halda þessu áfram? Já, það er líka sérst, þetta er mjög hentugt að hafa þessar langanir svona jólin, af því að þá er svo mikið af kertum út allt. Það var allt fullt af kertum. Já, ætlaði þú að spyrja, hvað sé? Hvað gerir oftast jólin? Hvað ger ég oftast, meinar þá svona á aðfangadagskvöld? Já, þá reyni ég svona að hafa það huggulegt og ef ég fengi svona tólkarkerti þá fæ ég mér, eins og þessi hérna, þá fæ ég mér smá bita af þeim. Ég er svona að geyma þessi þangað til í kvöld, sko. Þetta verður hátíðamaturinn minn. Og svo tek ég svona kerti og raði í kringum mig svona að kveikja á þeim og svo hugsa ég bara eitthvað fallegt og gott. Ég hugsa til dæmis stundum hana mömmu mína. En svo hætti ég því að það er sagt sko mér að ég hugsa eitthvað fallegt og gott. Og já, það er svona alveg á mörkunum að ég geti sagt það hana mömmu mína. En við skulum nú ekki fara út í þá sálma núna. Já, það er svo margir sem vilja spyrja. Ætlaðu þú að spyrja eitthvað? Nei, þú spyr bara seinna. En þú? Af hverju beikstu í tólkakerti þegar síðast ári? Af hverju beiti ég í tólkakerti? Já. Af hverju heldur? Af Því að ég er kertasníkir, af því að ég var bara, þegar ég fæ svona tólkakerti þá get ég stundum bara ekki hamið mig. Ég bara verð að fá mér bita. Alveg eins og þið vitið hvernig það er, ef þið hafið fulla skála af nammi fyrir framan ykkur og það er sagt, þið megið ekki fá ykkur fyrir þið eru búin að borða eitthvað hollt á undan. Þá getur verið svolítið erfitt að laumast ekki til að fá sér bita, er það ekki? Svoleiðis er það með mig og tólkarkertin, sko. Já, eina spurningu hérna í viðbót. Sko, gafstu mér eiginlega galdrabók? Gaf ég þér galdrabók? Fékkstu galdrabók í skóinn? Þetta er ekki beint galdrabók, heldur svona vaxlita. Svona vaxlita hlut? Já, það sem þú fékkst í skóinn. Ég gef svo mörgum börnum í skóinn, alveg þúsundum út allt. Og það stundum svona, man ég ekki alveg nákvæmlega hvað ég setti hvar, en yfirleitt held ég að það sé nú eitthvað sem krakkarnir eru ánægðir með, er það ekki? Já. Og hérna, síðasta spurningin má ég heyra. Það er auðvelt að stelast. Er auðvelt að stelast til að fá sér nammi meinar eða eitthvað svoleiðis? Já, sérstaklega ef mamma og pabbi eru að horfa í einhver aðra átt, sko, þá er auðvelt að stelast. En svo vitið þið að nú þurfa allir að vera svolítið svona stiltir og góðir og vera ekki mikið að stelast eða eitthvað í dag af því að sumar mömmur og sumir pappar eru kannski svolítið svona að stressast á síðustu stundum eða að þrífa eða elda matinn eða pakka inn jólagjöfunum eða eitthvað og þá er kannski svolítið erfitt með að segja mamma, má ég fara á eitthvað svona sko. Skulum bara anda rólega í dag, er það ekki bara? Anda að okkur jólunum. Haldið við getum það í dag? Já. Og svo hef ég sagt að það sé fullt af krökkum sem eru að horfa þarna einhver staðar út í buskanum inn í myndavélinni. Erum kannski að vinka þeim svona. Halló, gaman að sjá ykkur. Þau eru að horfa, já. Ég er bara að beina útsendingu líka. Horfa að beina og svo líka hægt að horfa á þetta eftir á, skils mér. Já, það er bara ég get farið að horfa á sjálfan mig bara einhvern tíma seinna. Það er nú skrítið. Það getur bara sest og hort á sjálfan sig að tala.
Það er svo margt skrítið í dag sem er erfitt að botna í, skal ég segja ykkur. En eigum við að syngja? Já, ég man nefnilega að þú kannt svo fallega hérna heimsum bóli. Já, heimsum ból, það er nú eiginlega aðal Þetta er eini jóladag. daginn sem við syngjum svona svolítið svona jólasál. Svona hátíðlegt svolítið. Og við þurfum sennilega að fá að við viljum að reyna að syngja öll 3 erindin. Já. Ég veit að þú kannt þau. Ég kann þau alveg. En við þurfum kannski bara stuðning frá foreldrum líka og öllum sem að kunna öllum sem heima sitja. Ég held að við ættum bara að reyna þetta. Tilbúin. Heimsum ból, helgeru jól, signuð mæn, sorguð sól, frelsun mannanna, frelsisins lind, frumgæði ljósins en gjörvöll mannkind. Mein milli myrkrunum lá, mein milli myrkrunum lá. Og heimi í, hátíð er ný, himneskt ljós lýsir skín. Liggur í jötunni, þá varður heims, lifandi brunnur hins sannlega seins. Konungur lífs og ljós, konungur lífs og ljós. Og heyra má. Himnum í frá, englasöng, halleluja, friður á jörðu því Faðirinn fús þeim að líkna sem tilreiðir sér, samast að syninum hjá. Samast að syninum hjá. Þetta var bara ljómandi. Þú syngur svo fallega, Kjartan. Já, ég æfi mig alltaf fyrir jólinn, sérstaklega á þessum sálmi. Já, það er eitthvað svo huggulegt við hann. Jæja, mikið var nú gaman að fá að koma og hitta ykkur krakkar mínir og ykkur sem að heima sitjið hver í sinni jólakúlu, skilst mér. Það er nú orðið skrítið jólinn ef fólki komið inn í jólakúlurnar. Nei, ekki beint þannig, það er svona bara ímynduð risastór jólakúla og maður bara hefur inn í henni þá sem að manni þykir vænstum. Já, margar litlar kúlur inn í einni stærri kúlu. Svona ég er ein kúla og þú ert ein kúla og svo koma kúlunar saman inn í einni svona stærri kúlu. Kalli kúla. Svo erum við öll saman ein risastór jólakúla jólin. Ég þarf kannski aðeins stærri kúlu en þið, það er alveg rétt hjá þér. Jæja, heyrðu krakka mín, ég er nú sem að skilja þetta eftir hérna því að ég veit ekki hvort að það er vel séð að maður sé að taka einhverja svona forngripi af safninu úr því að ég fékk þessi hérna kerti sko. Og myndina. Já, ég hef nú eiginlega að sýna börnunum hérna sem eru heima að horfa þessa fallegu mynd. Sjáum við þið hérna, þetta er mynd af mér með kerti sko. Já, þetta er alveg ljómandi. Jæja, krakka mínir. Mikið var nú gaman að fá að hitta ykkur öll saman og ykkur sem eru heima líka og ég vona að þið hafið það nú gott í dag og náið að slaka vel á og fara í jólabaðið og jólafötin og allt þetta og hafa það svo virkilega notalegt í kvöld. Er það ekki bara stefnan? Já, einmitt. Jæja, takk ykkur kærlega fyrir og takk ykkur öllum sem eru heima að horfa og sem hafa verið að horfa á alla bræðina. Kannski í lokin áður þú ferð Gjarnasníkir ef að krakkarnir snúa sér fram að myndavélinni og með öllum sem eru á netinu og allsstaðar að syngja lagi sem við höfum alltaf klárað með núna á hverjum einasta degi að bráðum koma blessu jólin. Við ættum nú eiginlega að syngja rétt bráðum koma blessu jólin. Rétt bráðum koma blessu jólin. En jæja, bráðum koma, það er fínt.
Bráðum koma blessuð jólin, börnin fara að hlakka til. Allir fá þá eitthvað fallegt, í það minnsta kert og spil. Kert og spil, kert og spil, í það minnsta kert og spil. Hvað það verður veit nú enginn. Hvað það verður veit nú enginn, vandi slíkt að spá. En eitt víst að alltaf verður ákaflega gaman þá. Gaman þá, gaman þá, ákaflega gaman þá. Það held ég nú. Jæja. Þá segi ég bara aftur takk fyrir kærlega og þakka þér fyrir undirspilið. Þakka þér fyrir komuna, Kertasníkir. Já, ég fæ svona bara ægilega fínt jólaknúsi. Jæja, og þakka ykkur fyrir og gleðileg jól öll saman. Gleðileg jól, Kertasníkir. Það var gaman að sjá þig. Þá segjum við bara kæra þakki fyrir komin í Þjóðminjasafnið, krakkar. Og til allra sem voru að horfa á netinu og svona segjum við bara kæra þakki fyrir að vera með okkur. Vonandi næstu jól getum við verið hérna mörg hundruð saman aftur. Það var bara ekki hægt núna þessi jól. Vonandi verður mörg hundruð bara saman næstu jól og líka kannski bara á netinu. En ég segi bara gleðileg jól, krakkar, og takk fyrir komin í Þjóðminjasafnið. Gleðileg jól, snart. Gleðilegt ári, já. Gleðilegt líf. Já, einmitt, þarna kanntu. Þú kann. Já, ég veit, ef ég sleppti þessu, sko. Já. En það verður